Við leggjum hönd á enni okkar, við signum okkur öll og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Við skulum biðja. Almátti og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbyknum huggun og hinum deyjandi líf, Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa þú okkur til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Þessa biðjum við fyrir Jesú Krist, drottin okkar. Amen. Davíðssálmi 68 segir: Lofaður sé Drottinn ber okkur dag eftir dag, Guð hjálpráð okkar, Guð okkur hjálpræðis Guð og Drottinn alvaldur bjargar frá dauðanum. Amen. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugra mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með
leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur hugga mig, þú býr mér borð, frammi fyrir fjendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér, alla ævidaga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Í Rómverjabréfinu 14. kaflanum þá ritar Páll postuli þessi orð: Enginn af okkur lifir sjálfum sér og enginn deyr sjálfum sér. Ef við lifum, þá lifum við Drottni, og ef við deyjum, deyjum við Drottni. Hvort sem við þess vegna lifum eða deyjum, þá erum við Drottins, því að til þess dó Kristur og varð aftur lifandi, að hann skyldi drottna bæði yfir dánum og lifandi. Amen. Hún lifði á
Bið ykkur að rísa á fætur og hlýða á heilagt Guðspjall. Ég les úr Jóhannesa Guðspjalli 11. kaflanum. Marta segir við Jesú: Herra, ef þú hefði verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem að þú biður hann Jesú segir við hana: Bróðir þinn mun upprísa. Marta segir: Ég veit hann rís upp í upprísunni á efsta degi. Jesús mælti: Ég upprisun á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja. Amen. Náðfriður og kærleikur Guðs sem æðri öllum skilningi sé með okkur öllum. Amen. Við erum hér saman komin til að kveðja eldri mann sem var orðinn saddur lífdaga. Bjarni Bæ látinn. Það var alltaf gaman að koma að bæ, eða í bæ, hvar Sóley réð ríkjum og Bjarni úti við. Gott var að setjast á stólinn í eldhúsinu og ræða við þau hjón. Sóley hláturmild og Bjarni þessi hæglati maður sem leyndi svo mikið á sér. Þeir sem áttu tíma með honum urðu ríkari, því að hann var hafsjór á fróðleik, þekkti gamla tíman og kunni að segja svo mörgu frá. Einstaklega minnugur, og það fór ekkert fram hjá honum, hvort heldur það var í nærumhverfi hans eða landsmálum, eða ég tala nú ekki heimsmálunum. Og þannig hélst það ævina út. Hann var hnyttinn í tilsvörum og glaðsinna, og því var ávallt hlegið vel þegar maður hitt hann. Þannig var það einmitt líka þegar ég hitti börnin hans
og uppáhalds tengdasonin daginn, reyndar hann á bara einn. En það var mikið hlegið þegar við minntumst Bjarna. Það voru góðar og gefandi minningar sem streymdu fram. En það var hann svo einstakur á margan hátt. Hann bjó yfir einstöku jafnaðargeði með hæglátt fas og bjarta áru sem náði yfir allt hans líf. Bjarni skipti ekki skapi. Jú, reyndar, það mundi einn viðstaddra, hann hefði skammað 2 þeirra þegar þeir fóru glannalega að við veiðar. Hann reyndar lýsti þessum veiðum þokkalega og ef ég hefði verið viðstaddur þetta þá hefði ég orðið brjálaður. En Bjarni vildi sýna drengjónum það með því að vera svona búa til þessa reiði að þeir tækju eftir þessu. Og þetta er það sem þeir mundu. Enda var það sem hann gerði, það var gert í væntumþykju. Bjarni treysti þeim Guði sem að Jesú Kristur, sonur hans, boðaði og sýndi okkur. Páll postuli segir í bréfi sínu til Rómverja: Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það, hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Þessi orð eru huggun öllum þeim sem trúa og treysta Jesú Kristi, því að það er ekkert sem skilur okkur frá kærleika Krists, frá kærleika Guðs sem birtist í Jesú Kristi. Og hann biður fyrir okkur og við biðjum til hans en öll mannleg bæn í jarðnesku brjósti er bergmál af bæninni eilífu sem yfir okkur vakir í himninum. Þegar við þráum að biðja, þá er það vegna þess að Guð hefur tekist að vekja hjá okkur hugboð hver hann er. Hugboð það hvert er að leita allt sem við þörfnumst, smátt sem stórt, allt sem til heilla horfir, tíma og eilífð. Þegar við áköllum nafn hans, erum við að svara hans ákalli sem hefur verið umlíkjandi allt okkar líf. Hann stígur fyrsta skrefið og vill að við svörum og tökum næsta skrefið með honum. Þegar við biðjum, þá erum við að stilla huga okkar inn á bylgjulengd þess hugar sem hvar hægt er að fá hjálp og blessun. Drottinn Jesús tekur bæn okkar í sína umsjá, lætur sinn anda biðja með okkar anda og lyftir fátækum skammsýnum orðum á vængjum sinnar eilöfu fullkomnu bænar. Þegar við signum okkur og leggjum líf okkar í hendur Drottins, þá erum við að segja við Guð Föður: Ég veit ekki hvað mér er fyrir bestu, ég veit ekki hvað mig best hagar og hentar, þú veist það. Gerðu mín að bæna þinni, gerðu það úr henni sem gæska þín og viska veit og er best fyrir mig. Vaki mér Guð og ég finni hvar mér líður best og finni hamingju og það góða í lífinu, að ég lifi í anda kærleika þíns. Hinn krossfesti og uppreisni Drottinn ber fyrir sig hvert andvarp, hvert einasta bænarefni smátt og stórt, því þitt nafn er skráð í hjarta hans, hvert nafn sem þú elskar, hvert málefni sem þér er hugstætt. Hann biður að trú þín þrjóti ekki. Hann biður að fá að lokum að taka þig sér í faðm þegar augum bresta og hjartað hættir að slá og lyfta þér á bænarormum sínum upp í hið eilífa ljós. Bjarni Guðmundsson, sem við kveðjum hér í dag, hann var fæddur
13. janúar 1927 í bæ við Steingrímsfjörð. Foreldrar hans voru Guðmundur Ragnar Guðmundsson og Margrét Ólöf Guðbrandsdóttir. Hann átti 3 systkin og 1 stjúpbróður. Það voru 4 systkin, ég las vitlaust, hann átti 4 systkin og 1 stjúpbróður og Bjarni er síðastur á hópnum til að kveðja hóteljörð og blessuð sé minning þeirra. Bjarni ólst upp í bæ og einn af samferðamönnum hans úr æsku og út lífið, Halldór Þorsteinsson, sem á ekki þess kost að vera hér viðstaddur vegna veikinda, biður fyrir eftirfarandi kveðju. Ég var í bæ frá 9 ára aldri og fram yfir fermingu. Þar lifði ég björtustu sumar æsku minnar hjá foreldrum Bjarna, Margréti Ólöfu og Guðmundi Ragnari, sem ég kallaði ömmu og afa. Bjarni var mér alla tíð sem bróðir og kær vinur. Þar var það sem fyrir mér var haft sem best hefur reynst mér á lífsleiðinni. Við fjölskyldan sendum okkar innilegustu samúðarkveðjur. Vertu kært kvaddur, Bjarni minn, Bói. Skólaganga Bjarna var hefðbundin í barnaskólanum á Drangsnesi og fór hann seinna í bændaskólanum á Hvanneyri, hvar hann naut sín í hvívetna. Námsfús og tók þátt í því sem gerðist á staðnum og eignaðist góða vini. Sá vinskapur hélst og hann og Sóley heimsóttu oft vinina eða hitti þá á skólamótum. Bjarni hafði gaman af því að spila knattspyrnu og spilaði hann meðal annars með liði bændaskólans. Það lið var mjög frambærilegt og spilaði hann meðal annars leiki við lið úr Reykjavík. Eitt sinn var bændaskólinn að spila við Val og þar stóð Bjarni sig það vel að honum var boðið að koma til Reykjavíkur og æfa og spila með Val. En sveitin heillaði og ekkert varð úr atvinnumennskunni í knattspyrnu. Bjarni og Líneik Sóley Lofsdóttir frá Vík á Selströnd felldu hugi saman og gengu í hjónaband 18. ágúst 1965. Fyrir átti Sóley 2 drengi, eldri, Heimir Berg Gíslason, maki Sólrún Hansdóttir, en Heimir ólst mikið til í Vík hjá Hildu ömmu sinni og frænda Gesti Lofsinni, en þótti gaman að koma út í bæ og hitta systkini sín, móður sín og Bjarna. Einnig reyndist Margrét móðir Bjarna honum alveg einstaklega vel. Yngri var Friðsteinn Helgi Björgvinsson, sem lést 15. júlí 1997. Maki Sigrún Jónsdóttir. Það má geta að Bjarni reyndist drengjunum báðum og þeirra afkomendum í hvívetna vel. Börn þeirra hjóna, Bjarna og Sóleyjar, eru Loftur Vignir, maki Signý Rut Friðjónsdóttir. Þá er Margrét Ólöf, maki Guðmundur Guðmundsson. Yngstur er Guðmundur Ragnar, maki Arnheiður Fanney Magnúsdóttir. Afa, langafa og langafa börnin eru komin á 5. tuginn. Líneik Sóley Lofsdóttir lést 16. október 2023. Blessuð sé minning hennar og sonarins Friðsteins Helga sem var kvaddur allt of ungur. Bjarni var alla tíð bóndi í bæ. Hann var með sauðfé, hann var fjárglöggur og átti alveg ágætis fé. Einnig ráku þau hjónin saman ferðaþjónustu. Þau nutu þess að þjóna og gott að gista og njóta þeirra beina. Eitt sinn þegar Bjarni var út á hlaði komu erlendi ferðamenn
nánar tiltekið þjóðverjar. Ferðafólki snýr sér að Bjarna og spyr: Sprechen Sie Deutsch? Bjarni var nú ekki neitt sérlega sleipur í erlendu tungumálum og þá allra síst þýsku. Hann svarar ferðamanninum hæl: Hvað segir þú, vinur? Sprungið á Deutschinu? Eitt sinn hringdi síminn í bæ og Bjarni svaraði. Var það erlendu ferðamaður á hinum endanum og var að falast eftir gistingu. Eftir að ferðamaðurinn hafði borið upp erindi svaraði Bjarni: Eitt augnablik, og kallar svo: Magga! Bjarni og Sóley voru gengu með fé. Þau áttu og hænsfuglna tíma. Eilif Þóra Heimisdóttir segir þessa sögu af manníga hananum Tyson. Ég skil vel hann hafi verið mannígur með því að bera bara þetta nafn. En þessi blessaði hani, hann hélt okkur krökkunum í gíslingu á tímabili. Við lentum flest í honum og undir lokin var orðið þannig að ég þorði ekki fyrir mitt litla líf að hætta mér ein út í hænsnakofa. Síðasta skipti sem Tyson réðst á okkur voru við Sandra frænka að sníglast í kringum fjárhúsin þegar Tyson kemur trylltur á harða sprettin í áttina að okkur. Við rekum upp skaðræðisöskur. Í sömu mund kemur afi á harða stökki út úr fjárhúsinu. Og viti menn, hann með spýtu í hendinni. Og hann segir okkur, Söndru, að fara heim á stundinni. Stekkur yfir girðinguna og hleypur á ógnarhraða á eftir hananum niður eftir túninu og reynir að slá til Tyson með spýtunni. Það verst að taka það fram að þetta var vist í síðasta skipti sem Tyson sást á lífi. Því að hann lá dauður bak við hús, líklega hefur hjartað gefið sig eftir að hafa hlaupið undan Bjarna. Og hún segir, rúmlega 30 árum síðar, þá slæðir hjartað alltaf örlítið hraðar þegar ég sé hænur. Og ég mun aldrei gleyma því þegar afi minn á 8-ára breyttist í spretthlaupara og bjargaði okkur Söndru frá Tyson. Þar fór Tyson svo sannarlega yfir strikið að ráðast á afastelpunar hans. Bjarni stundaði grásleppuveiða til fjölda ára og náði því að vera með börnum á sjó á einhverjum tíma. Hann var mjög glöggur á mið í landi og meðan hann var á skektunni hring, þá spurði hann oft hann sem var með honum, þari eða sandur? Og átti hann þá við botninn. Hann naut þess að vinna með börnum sínum og tók þátt í þeirra tilveru eins og kostur var. Eitt sinn þegar Magga og Bjarni voru á grásleppuveiðum á gamla sæfugli á dagmála og leið upp að landi, kemur þá varðskip á fullri ferð út fjörðinn. Magga kallar á Bjarna: Pabbi, pabbi, varðskip. Bjarni svarar engu og heldur sinni stefnu. Magga kallar aftur: Pabbi, varðskip. Þá svarar Bjarni: Þeir geta bara fært sig. Bjarni var með fé út á beitarhúsum fyrir utan bæ. Þangað gekk hann nánast á hverjum degi við veturinn, sama hvernig veður var. Hann sagði þó að hann hefði einu sinni þurft að sleppa því að fara, því að þá var veðrið víst alveg einstaklega slæmt. Bjarni hafði þegar frá unga aldri mikinn áhuga á íþróttum og meðal annars knattspyrnu eins og áður greinir og var meðal annars
formaður ungmennafélagsins Neista á Drangsnesi. Hann hafði gaman af að spila á spil og eins og kana og félagsvist. Bjarni hafði gaman af tófuveiðum og fór oft á tófuveiðar. Það var eins og að fengi stundum hugboð tófu eða fann á sér að í næsta nágrenni leyndist lágfóta og þá tók hann undir sig stökk og þaut upp á Bæjarfell. Viti menn, oftar en ekki kom hann heim með tófu. Fram á seinasta dag fylgdist hann með hvort verið væri að skjóta tófur fyrir norðan. Bjarni tók þátt í ýmsum störfum hér í sveitafélaginu og fyrir hönd sveitafélagsins og í nefndum. Hann var í hreppsnefnd og skólanefnd. Hann var vitavörður í Grímseyri fjölda ára, forðagæslumaður í Kaldrananesrepp og réttarstjóri í Skarðsrétt til fjölda ára. Einnig var hann í sóknarnefnd í Drangsnessóknar og fyrir þau störf þakkað. En hann sinnti þeim og öllu því sem honum var falið af mikilli kostgefni. Bjarni og Sóley ferðuðust töluvert erlendis í seinni tíð, fyrst með bændaferðum yfir Evrópu og síðar fóru þau árlega til Kanaríeyja og þá oft með vinafólki og nutu þau þessara ferða í hvívetna. Bjarni Guðmundsson var einstaklega ljúfur og elskulegur maður. Börnin hans muna aldrei eftir því að hann skipti skapi, eins og ég gat í upphafi. Reyndar þá minntist Loftur þess einu sinni að hann hefði skipt skapi þegar einn trútur hljóp á fullri ferð á hann og Bjarni lenti klofvega öfugt á hrútinum. Hrúturinn stökk út ganginn við Bjarna á bakinu. Þið getið rétt ímyndað ykkur þetta sko. Ég sé þetta fyrir mér. Loks þegar að hann losar af baki hrútsins, snýr hann sér við og sparkar í afturendan á hrútnum og öskrar á eftir á honum: Há, ég ætla ekki að segja orðið, kvikindið. Bjarna þótti einstaklega vænt öll barnabörnin sín og hafði mikið yndi af að leika við þau. Hann hafði mjög gaman að spila við þau og leyfði þeim oftast að vinna. Hann fylgdist alltaf vel með öllum afkomendum og vissi vel hvað þau hefðu fyrir stafni. Sandra Dögg Guðmundsdóttir segir: Þegar amma og afi áttu heim í bæ, þá áttu þau geðbjarðarlegan hana og hvað hét hann? Tyson. Og honum líkaði ekki vel við mig og lagði mig nánast í einelti að því að mér fannst. Oftar en ekki kom afi mér til bjargar þegar að Tyson ætlaði að ráðast á mig. Við erum með 3 atvik mjög minnisstæð. Eitt skipti þegar afi ætlaði að bjarga mér frá Tyson, kastaði hann hrífu á eftir honum. Hann slapp en þó nokkra stélfjaðri fjöðrum fátækari. Í annars skiptið sparkaði afi Tyson yfir girðinguna og var það reyndar í eina skipti sem ég sá hana fljúga. En besta atviki var þegar afi reif upp hamar sem hann sá og kastaði á eftir Tyson, stökk af stað á eftir hananum og ætlaði að hoppa yfir girðinguna en flækti tána í girðingunni og steinlá. Þannig að það var greinilegt að afa þótti vænna mig en hanan. Á síðasta ári heimsóttum við Stefán afa á Eyr til að segja honum að það væri að fjölga í fjölskyldunni. Ég dró upp sónarmynd og sagði við afa að mig langaði að sýna honum mynd og spyr hann hvort að hann sjái hvað sé á myndinni. Það kemur stutt þögn og síðan heyrist í gamla: Þetta aldeilis flottur bíll. Það var greinilegt að sjónum var farin að daprast. Bjarni hafði mikið og gott þrek og átti erfitt með að sitja kyrr og þurfti að hreyfa sig.
Oft gekk hann með hendurnar fyrir aftan bak þegar hann gekk og þá sagðist hann vera að draga djöfulinn. Og hann gat gengið endalaust. Mjög oft þá gekk hann með börnunum frá bæ að Drangsnesi þegar þau fóru í skólan. Gummi minnist þess að á ferðum þeirra út af beitarhús það hafi alltaf verið sest niður á stein á miðri leið. Þá sagði Bjarni, tvisvar verður sá feginn sem á steinin sest. Fyrst þegar maður þreyttur þá gott að setjast á steinin og hvíla sig og svo þegar á líður þá verður manni illt að sitja á hörðum steininum og þá gott að standa upp. Bjarni gat gert fínar vísur. Þessi frá 7. júní 2017 þegar að Bjarni og Sóli dvöldu á Drangsnesi hjá Margréti og Guðmundi og þá voru þau að laga leiði ættingja. Ellin með fjötur fót, ferðir tefur mínar, allt mér virðist upp í mót, orka og kraftur dvínar. Bjarni var einstaklega heilsuhraustur og kenndi sig sjaldan meins. En hann sagði þó stundu þegar aldurinn fór að færast yfir að hann væri verri en dauður. Hann var þolinmóður og gekk mikið og erfitt var stundum fyrir yngra fólki að hafa í við hann. Þess má geta að þegar við myndumst á hversu minnugur hann var og hann fylgdist vel með, að sem dæmi þá spurði hann krakkana rétt fyrir jólin, ætla Valkyrjurnar ekki að fara að mynda þessa stjórn og ætla þeir ekki að hafa Sigmund með sér? Ég hef verið beðinn að koma á eftirfarandi áleiðis. Guðmundur og Loftur voru mjög duglegir að heimsækja föður sinn á hjúkrunarheimilið, hafi báðir mikla þökk fyrir það. Bjarni Guðmundsson lést á hjúkrunarheimilinu Eyri Reykjavík þann 19. janúar síðastliðinn eftir stutt veikindi. Innilega samúðarkveðjur hér fluttar frá Öldu á Nesi. Innilega samúðarkveðjur til fjölskyldu Bjarna Guðmundssonar með þökk fyrir allt og allt frá börnum Sigvalda Loftssonar og Ágústínu Hjörleifsdóttur. Kveðja flutt frá börnum Þorvaldar og Svönu. Sendum okkar dýpstu samúðarkveðjur til afkomenda Bjarna. Hann var yndislegu frændi, Magga, Siggi og Guðmundur Ragnar. Guð veri með ykkur öllum. Nú Bjarni kominn á annað tilverustig, var drottinn fyrir orð og líf Jesú Krist gætir hans, því biðjum við, þú lífsins andi Jesú Krist, kenn okkur að telja dagana vel, að við megum öðlast viturt hjarta. Kenn okkur að elska þig eins og þú elskar okkur, að vera þín eins og þú ert okkar. Kom því í för með okkur í dag, gaktu með okkur alla daga, bjarta sem dimma, og síðan inn í hið litskrúðuga sumarland þitt. Gefa við þiggjum ástarorðið eina, næringuna einu þig, drottinn Jesús, og þakka þér fyrir að þú gafst lífið og að þú gafst okkur svo góðan, gefandi og jákvæðan mann. Fylgdu huga okkar þakklæti fyrir þá dýrmætu gjöf sem Bjarni var ykkur ástvinum hans og við biðjum honum blessunar í ljósi eilífðarinnar. Við þökkum líf hans og störf og felum hann himni Guðs, elsku hans og eilífð. Guð blessi minningar og myndir Bjarna Guðmundsson, alla eilífð. Guð blessi þig. Amen. Norðurstrandir liggja leiðir, langar götur út með sjó. Húna flóin hugans eyðir, heima
vörð, eins og fyrir öldum mörgum, hennis höfði dranga skörð. Sé ég ótal undra heima, ég kem í dalinn minn, fornar sagnir sögur geyma, svan gekk í fjallið inn. Gleði vekja gömul kynni, grænu flosi skrýt jörð. Aldrei hverfur mér úr minni, minningin Steingrímsfjörð. Aldrei hverfur mér úr minni, minningin Steingrímsfjörð. Við skulum biðja, Faðir okkar á himnum, við þökkum þér fyrir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir von eilífs líf sem þú hefur endurfætt okkur til fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Lítt í náð til Bjarna Guðmundssonar sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Vertu okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Varveittu okkur í trúnni á þig og að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleist lofa þig að vegsama að eilífu. Amen. Þessa bæn Drottin og allar aðrar bænir sem á hugan leitar felum við þér sem á bænin sem Kristur kendi og við förum öll með saman einum hug og einu hjarta og segjum: Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglega brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu kominn,
Af jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Drottinn minn, gef dánum ró, en hinum líkni að lifa. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir Drottinn okkar Jesú Krist. Amen.